En það eru komna til mín 2 hressar stelpur úr Vallaskóla hér á Selfossi en undanfarna viku hefur verið í gangi hjá þeim skemmtilegt verkefni sem að 10. bekkingar og nefndir frá 7. upp í 10. bekk fá að sína á morgun. En það heita Sunniva Þorsteinsdóttir og Sigdís Erla Ragnarsdóttir. Sælar. Hei. Segið mér kannski örlítið, þetta er svolítið stórt verkefni sem að þið voru að segja mér að kennararnir í rauninu svona örlítið búnara að útfæra og þið nemendur tekið þátt í. Já. Þetta kom frá enskukennaranum okkar. Mér koma örlítið næri mikrofónunum. Það er sagt. Hugmyndi kom frá enskukennaranum okkar, þeim Má og Leif og þeir sem vildu að þeir kusu sem sagt 10 forseta úr 10. bekk til þess að stjórna í rauninni blönduðum hópum frá 7. upp í 10. Og þetta eru krakkar þá, þú veist, úr 7. og 10. bekk, upp í 10. bekk sem að og við fáum 10. bekklingarnir sem eru forsetar fá útlita einni stofu og síðan í stofunni sinni þá eru þið basically að búa til land bara, þú veist, með nemendunum í hópnum sínum sem eru þess að þegnarnir þá og svo bara byggja upp landið. Já, þið voru auðvitað að segja mér líka að þetta væri raunin ekki eins og að það væri kannski valið Svíþjóð og það var allir að finna eitthvað frá Svíþjóð. Heldur er þetta kannski bara svolítið svona lefa hugmyndafluguna að ráða. Þið eru bara búið til eitthvað eigin land í rauninni. Já. Þetta er svolítið þróunarverkefni þar sem við veljum okkur bara landsvæði og sumir ákveður bara að búa til sín eigin lönd og plöntuðum, þú veist, í Atlantshafinu eða eitthvað og sem sagt, og við búum til okkar eigin nöfn á löndunum og eigin sögu líka landsins. Já. Nýjan fána. Já. Þjóðfánar, þjóðaríþrótt, þjóðamatur. Þjóðbúningar og síðan bara allt sem að, þú veist, einkennir eitthvað land sem að við viljum, þú veist, búa til. Og eru þá þau sem að detta inn í hópin sem sett úr 7., 8. og 9. bekk og þá vantanlega aðri 10. bekkingar sem eru að detta inn með þessum forseta í sinni stofu, þá eru þau líka að hjálpa til vantanlega við að auka svona á hugmyndaflæði, svona hvað væri skemmtilegt að gera. Já. Það er í rauninni, það hafa allavega flestir forseta verið svolítið svona leift öðrum úr hópnum sínum að ráða, að vera ekki algjörlega innræðisherrar einhverju í löndunum sínum. Og þetta snýst aldrei mikið það líka að nýta, skilurðu, hæfileika krakkan sem þú færð nýta styrkleika hvers og eins. Já, þannig að þú veist, þetta er svona aldrei öðruvísi að þú veist, það er allir að fá að gera eitthvað sem að þeim finnst skemmtilegt. Snýst í rauninni bara að virka alla og allir hafi gaman að þessu líka. Já, mjög skemmtileg hugmynd. En þeir eru líka búin að vera með þetta keppni líka í leiðinni. Já. Og þið vitið ekkert í rauninni hver er að vinna þetta eða hvað? Nei, ekki lengur. Við vorum í síðustu viku, þá vorum við með súlurit fram á gangi þar sem við gátum fylgst með stöðinni þar sem kennarinn voru í rauninni að ganga milli stofana og við erum að fá stig sem sagt fyrir hvert verkefni og það eru bara hellingar af verkefnum sem að kennarinnir hafa útlitað okkur og við getum sem sagt fengið 5, 10 eða 15 stig eftir hversu vel verkefnið er unnið. Sem voru við líka með það var allavega með stigagjöfinni fram á gangi, þá fylgdist við allavega með því og það var alltaf keppni það að draga sem flesta kennara inn til sín að gefa sér stig og það var til dæmis þess, það er krabvél í skólanum og það var kandíflossvél og sumir voru að koma með skiluru ávexti og græmiti og ítivöður og aðri koma með skúfukökur og eitthvað svona. Og þetta var allt bara til þess að móka inn stig og við fengu í láni einhver staðar frá til að safna sér einn auka. En svo eru búin að vera með hæfileikakeppni líka? Já, það var rosa gaman. Já, það var sem sagt, það var ekki skylda að taka þátt í, en það tóku samt öll löndin þátt í þessari keppni. Og sendi inn sem sagt eitt fulltrúa eða eitt lið, skilur, sem að var að taka þátt fyrir fulltrúi landsins. Og það var mjög skemmtilegt 50 stigi, það voru 80 stigi í pottinum og fyrsta sæti fekk 50 stig. Þannig að það var alveg fínt að vinna það, sko. Já, þannig í rauninni sem sagt hæfileikakeppnin og allt sem hefur verið gert undanfarna daga, þetta snýst allt þessa stigagjöf. Já. En skemmtilegt að þetta sé sett líka þannig upp að þið hafið í rauninni ekki hugmynd hver er að vinna þetta. Nei. En það var blind stigagjöf í dag og við erum alltaf bara daldið að tánum að bíða eftir að sjá hver vinnur, sko, á morgun. Og mikið lagt í það að vera góði við kennarana, svona, sem voru að koma að kíkja í stofunar til okkar. Já.
En svona fyrir ykkur á upplifun og þegar kennararnir setja þetta upp og komi hugmyndirnar, hvernig fannst ykkur sjálfum að taka þátt í þessu verkefni? Mér finnst þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Þetta svona öðruvísi og það eru allir búin að vera virkir, allir nemendur í skólinu sem maður sér ekkert alltaf. Það frábært. Já. Þannig þetta alveg ótrúlega skemmtilegt, sko. Já, það bara yndislegt, Og líka spennandi fyrst þegar við vorum að taka okkur inn á fundi svona, við sem ekkert hvað verið í gangi, svona á fyrsta fundinu okkar þá kölluðu bara til okkar til sín 10 nemendur úr 10. bekk og enginn vissi hvað verið í gangi. Já, þetta var aldrei svona sko heiður. Já, maður hélt fyrst svona að maður væri verið að fara að skamma mann fyrir eitthvað en svo er þetta bara mjög skemmtilegt. Það hefur ekki verið þannig. En þið eru með sýningu svo, þið eru í rauninni með verkefni sem að hver og eitt forseti í rauninni er að fara að sýna með sínu fólki verkefnin á morgun. Já. Og það er sem sagt bara, það er opið hús á morgun frá klukkan 10 til 12. Þar sem bara foreldrar og aðrir gestir áhugasamir geta komið og skoðað sem sagt alla stöðunar. Þetta er ótrúlega flott, sko. Já, ég ætla að kíkja. Ég held að sé bara, mér finnst þetta mjög skemmtileg hugmynd og líka gaman fyrir það því að nú eru þið í 10. bekk og þið eru þannig séð að útskrifast og kveðja skólan og náttúrulega halda á nýmið. Eru þið búin að ákveða hvað þið ætlaði að gera? Maður er ekki að koma sér einhver staðar í framhaldsskóla í bænum og bara... Ég ætla að halda mér hérna heima við allavega. Já, þú ætlar í FSU? Já, svona þetta mér það er svona alltaf spurning hver kýsa að fara hvert. Já. En ég segi bara til hamingju með afraksturinn af þessu öllu saman og ég hlakka til að fá að heyra hver hefur unnið þetta og verður gaman að fá að sjá afraksturinn af verkefnunum ykkar. Takk fyrir. Takk.